Kristín Júla Kristjánsdóttir hlaut á dögunum Eddu-verðlaun fyrir gervi í kvikmyndinni Vonarstræti. Við fórum í vinnuna með henni og heyrðum í nokkrum vinum hennar. Ég og Kristín Júla kynnumst þegar við erum að skjóta Allt fyrir ástina myndbandið og það var ást við fyrstu sýn. Við erum búin að vera svona síðan. Ef eitthvað svona kemur upp á, eitthvað svona verkefni, þá reyni ég alltaf að fá Kristínu Júlu til að passa upp á það að ég sé gorgeous. Og það sem hún hefur nefnilega er ekki bara hæfileikarnir og ekki bara það að hún næri að finna hæfileikunum sínum farveg, heldur er líka svona rosalega falleg manneskja að vinna þessa vinnu og það er svo ómetanlegt, sérstaklega í svona hópvinnu þar sem kannski mikið liggur við, kannski stórt krú, hópur af fólki að vinna að einum og sama rammanum, að þá gefur augalið að það verða allir að dansa saman og Kristín Júla er mýksta smjörið í þessari vél. Hún er olían sem smyr vélina. Ég get alveg lofaði því. Þess vegna hringi ég í hana. Kristín Júla Kristjánsdóttir, nú erum við staddar hérna í húsnæði Sagafilm, þar sem þú ert með bækistöð þína meðal annars. Mér dettur í huga að spyrja, hvað er það skemmtilegasta við starfið þitt? Það skemmtilegasta er að fá að búa til manneskjur, eða fá að búa til karaktera, breyta fólki í bara aðra en þeir eru. Bara, mér finnst það skemmtilegast, að fá að hanna karaktera. Og helst þá manneskjur sem eru öðru við algjör andstæða við þau sjálf? Já, það er náttúrulega skemmtilegast, að fá að breyta fólki bara eins mikið og þá erum við að tala það er ekki bara útlit, að karakterin náttúrulega breytist einmitt með útlitinu. Bara leiðu út fyrir þú sér karakterin svolítið á og þá náttúrulega í klæðaburði og hárinu og fasinu bara. Manstu eftir því hvenær áhugi á því að gera þetta kviknaði hjá þér? Byrjaði þetta í æsku eða seinna? Maður ekki, stundum verið að rifja upp svona, í æsku fannst mér alltaf gaman að ég elskaði hlutverkaleiki. Þú veist, þannig að örugglega hefur þetta kviknað strax í æsku því það var bara, en þetta var samt aldrei kannski eitthvað sem ég ætlaði að fara að gera. Ég veit það ekki, en ég lærði ekki fyrir en að ég var orðin 34 ára. Og þá var það ekkert að ég væri búin að ganga með einhver draum í maganum að verða sminkað eða förðunarfræðingur eða eitthvað. Og ég hafði aldrei maskarað aðra manneskju og ég hafði engan áhuga á því, En þó ég hef alltaf haft áhuga á sköpun. Þetta var eiginlega bara algjör tilviljun að ég fór í þetta nám. Það var bara þannig, ég var bara leið og einhvern veginn þannig þurfti bara eitthvað að hugsa bara hvað þetta að gera. Ég þurfti að fara að læra eitthvað. Og sat bara mjög döpur yfir morgunverðarborðinu og las Morgunblaðið þegar ég sá auglýsingu frá förðunarskóla sem var og hét No Name. Og nema svo mamma mín, hún bara sló saman lóðanum og þú bara ferði inn í skóla, þú bara gerir þetta og svo bara sérðu til, kannski er þetta eitthvað fyrir þig eða ekki. Og þannig hún svona hálfrak mig í skólan. En þegar ég fór í þetta nám, ég ætla að segja það, þá fór ég ekki í þetta til að vera heima og að mála árshátíðarfarðanir. Þú veist, það kom aldrei til greina, en það var alltaf, þegar ég sá þessu auglýsingu þá var heldur pínu að ég myndi bara fara ef ég ætla að gera þetta, að þá ætlaði ég að fara að skapa manneskjur. Og svo þegar ég útskrifaðist úr skólanum, þá ákvað ég að fara niður í kvikmyndaskóla og bjóða mig frítt í vinnu fyrir útskriftarverkefni þar. Ég gerði það, vann 2-3 útskriftarverkefni með þeim og þar með var ég bara komin inn í bransann eiginlega. Því að svo ég lenti á frábærum hópi í kvikmyndaskólanum sem að útskrifaðist þarna vorið og það er allt fólk sem að fór beint í svolítið mikið var störf í bransanum. Og sem að ég fór náttúrulega svo bara að vinna svolítið með. Og þú nú kynnst ansi mörgu fólki líka í gegnum
í þessum bransa sem að hafa svo orðið vinið þínir? Já, mjög mikið. Þetta er náttúrulega mjög persónulega náin vinna sko, með leikurunum sko. Og í bíómyndum og sjónvarpsþáttum að þá nánustu tengslin held ég að séu, ég held ég sé bara að segja rétt að séu milli sminkunar og leikarans sko, svona hversu nærri fólki maður gengur sko. Og og maður þarf að kunna svo mikið að lesa aðstæður, þú þarft að kynnast fólki bara mjög vel, þú þarft að læra inn að og þú veist, ég þarf bara að vita hvenær leikari sest í stólinn hjá mér og hann vill bara hugleiða eða bara, þú veist, fara yfir næstu senu eða eitthvað og þá er bara gott að geta að lesa aðstæður og bara, nú ætlum við bara að þegja saman, þú veist, ég bara vinn mitt og svo bara þegjum við og við getum það svo vel en svo náttúrulega ansi mikið talað, þú veist, þess á milli og mann er trúa fyrir, þú veist, það líka það, þú veist, að þetta er svona staðurinn sem fólk bara kemur og bara, þú veist, og ef það er eitthvað að eða erfitt og það er erfitt á settinu eða bara, þú veist, þá er sminkun alveg treyst fyrir því, sko. Þannig að jú, ég er búin að eignast mjög marga vinur. Mikið af mínu nánustu vinur eru náttúrulega bara fólk sem ég hef kynnst í vinnunni. Leikarar og tónlistafólk og bara sem ég hef verið að vinna með. Baldvin Zeta, nú hefur þú unnið með henni Kristínu Júlu og ert líka vinur hennar. Hvernig myndur þú lýsa henni sem manneskja? Kristín er svona manneskjan sem límir einhvern veginn allt saman og því að þú veist hún er líka einhvern veginn manneskja sem tekur við leikurunum áður en þeir koma þú veist á sett til mín þannig að það fer alveg eftir í hvernig hún trítar leikarana þegar þau koma á setti til mín þannig að hún getur þú veist farið í báðar áttir með karakterina þannig að hafa Kristínu í sminkinu og í andlega partinum þarna á þessum tímapunkti er það mikilvægasta af öllu og því að hún er svo elskuleg og hún er svo þú veist, ég eiginlega bara horfa á Kristínu sem mömmu mína sko, hún er svo yndisleg og það er svo gott að hafa hana á nærverðinu og svo þægileg og allir leikarar koma alltaf endurnærðir frá henni og það er eiginlega svolítið svona Kristín í hnotskurn og svo getur manni einhvern veginn liðið illa eftir daginn eða eftir vikuna og ef maður er eitthvað niðurbrotinn þá getur maður leita til Kristínar og því að hún er svo mikil eitthvað mamma mín, ég held að hún horfi alveg líka á mig sem strákinn sinn sko, þannig að við hefum ótrúlega fallegt samband og bara, já, yndisleg kona. Þeir sem að þekkja ekki starfið þitt gætu séð fyrir sér að þú værir á einhverjum vinnustofu með einhverja hárkollur í kringu þig og svo förðuna sett og svoleiðis. En starfið þitt er miklu meira en þetta. Já, miklu meira. Fólk veit til dæmis ekki alla pappírsvinnuna sem er eins og núna til dæmis er ég að undirbúa sjónvarpsseríu og sem byrjar ekki tökum fyrir eftir mánuð en við erum búin að vera að undirbúa lengi og erum enn, eða þú veist, verð næsta mánuð náttúrulega mjög mikið í því og nú erum við náttúrulega bara að skapa persónurnar og það er ótrúlega mikið vinna að skapa þær og og náttúrulega, þú veist, handritalesturinn og brjóta niður handritið og senu fyrir senu, þú veist, við verðum að það verður allt bókhald að vera á hreinu því að þú veist, við getum verið að taka allar útitökur núna þegar við byrjum en innitökur seinna, þannig að leikari getur verið að labba inn hurð í apríl en komið út úr henni, eða þú veist, já, hann getur verið að labba inn hurð komið inn í júlí eða eitthvað þannig að hann verður að vera alveg eins og þannig að hann labbaði inn hurðina þannig að þetta er mjög mikið vinna það er sko alls ekki bara verið að mála andlit sko. Þetta er margra mánu undirbúningsvinna með fullt af fundum með leikstjóra og búningahönnuði og þú lest handritin líka til þess að móta karakterina og sem dæmi þá þeir voru að búa til Mórað þá voru þið bara saman í langan tíma og urðu mjög náin en það ekki þeir voru að skapa, þú og Þorsteinn Bachmann. Já, jú,
náttúrulega þegar við erum að skapa hann þá er það ég og Steini og Baldvin Setta leikstjóri og Magga búningahönnuður. Þannig að við fjögur vorum náttúrulega, Móri er okkar sköpun og þannig að við vorum mikið saman öll þá. En það við Steini náttúrulega vorum saman svo allt tökutímabilið á hverju morgni í rútunni í 2-3 klukkutíma. Það sem ég er að setja á hann gerfið og gerfið er meira en bara skeggið. Það er líka það til dæmis svona, maður getur alveg fengið að heyra hversu langan tíma getur að tekið að setja eitt skegg á. En það snýr alls ekki bara það því að ég tók mig saman og sendi öllum yfirmönnum mínum hvert atriði sem ég geri við andlitið á Móra og bara það sem tengist andlitinu 11 atriði. Þannig að það er svo langt frá að vera bara skegg og eins og Steini sagði bara að það er eins og sérst að mála listaverk. Þannig ef þú myndir lýsa svona venjulegum degi hjá sem er náttúrulega aldrei einn dagur eða allir dagar eins, þá hvernig myndir þú lýsa degi hjá þér? Svona þegar ég er í undirbúningi þá ég er náttúrulega heim í garðinum og keyri alltaf til Reykjavíkur og í undirbúningi er það nú svo gott að þá get ég bara vakna með unglingunum mínum og keyrt honum í skólan og svona. Svo kem ég við kaffitár eða Joe & Juice og kaupi mér morgunmat sem ég borða á Reykjanesbrautinni og drekk kaffið mitt og þannig að ég get byrjað morgunin svona rólega og svo fer maður á vinnustofuna og kannski byrja á morgunfundi með búningahönnuðinum og við förum svona yfir einhvern karakterinn kannski og þá fyrir maður kannski bara svolítið að vinna í því, að taka eitt karakter fyrir einu, bara einn daginn er það þessi og þá er ég bara, svolítið á vinnustofinu bara svona í svona pælingum, og náttúrulega bara huga að öllu sem þarf og eins og svona, fara í heildsölur, fara í gleraugnabúð, fara á fundi, við sitjum oft marga og langa fundi, eins og handritafundi þar sem er kannski 9 tíma dagur, 8-9 tíma dagur, bara setja á fundi að yfirmenn allar deilda. Hvað er svo döfunni hjá þau núna? Að hverju ertu að vinna núna? Núna er ég að undirbúa sjónvarpsþættina Réttur 3. Réttur 3. Það er búið að vera 1 og 2 á Stöð 2 og sem sagafilm er að framleiða og Baldvin Setta er að leikstýra og þetta er alveg bara langt tökutímabil, við erum að fara í tökur í tæpa 3 mánuði og síðan er ég líka að undirbúa svona í leiðinni, þá er ég er að hanna líka fyrir stuttmynd sem heitir Regnbogapartí og þannig ég er að hanna hana núna en hef ekki tíma til að vinna hana á setti þannig að það er önnur sminka sem verður fyrir mig á settinu en ég hanna hana og þá klippi leikarana og hanna útlitið og er til dæmis að fá eitt strák í klippingu þannig að það er alveg nóg að gera Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum.